Komið þið sæl. Já, Hjörtur Þorgilsson heiti ég og er formaður Icepro og eins og þessi fyrsta glæra sýnir að þá hún merkt landsumgjörðum samvirkni, en það verkefni sem við höfum verið að vinna að hjá Icepro í samvinnu við fjármálaráðuneytið á síðastliðnu ári og tengist þessu verkefni stafræna Evrópu. Og það sem ég ætla að fara yfir hérna í dag að segja ykkur svona frá því eða í rauninni okkar sýn á það hvernig rafræn þjónusta er að þróast hjá hinu opinbera og segja ykkur frá þessari tengingu við þetta verkefni Evrópu stafræna Evrópu og samvirkni sem að henni fylgi. Mér sagt að eftir sem líður á daginn á svona messu þá eigi fyrirlesturinn að verða skemmtilegri. Ég lof ykkur ekki því að þetta verði skemmtilegasti fyrirlesturinn en vonandi fróðlegur. Mér langar fyrst til þess að líta aðeins öxl og skoða bara stefnu hins opinbera vegna þess að hið opinbera hefur langa hríð verið með stefnu í varðandi opinbera þjónustu og þá hvers skal stefna varðandi rafræna opinbera þjónustu. Stefnan frá 2008 til 2012 sagði að Ísland verði netríki með gæðaþjónustu og sjálfsafgreiðslu á einum stað og í þessari stefnu þá var skilgreindur aðili sem var kallaður netborgarinn en í raun var netborgarinn allir einstaklingar á Íslandi burtséð frá því hvar hann var staddur og burtséð frá hans stöðu að allir áttu að hafa jafnan rétt á því að geta nálgast upplýsingar sig og það sem hann varðar yfir internetið og í gegnum eina þjónustugátt. Í tengslu við þessi verkefni, tengslu við þessa stefnu voru sett á stað ýmis verkefni og þau voru á ábyrgð einstakra ráðuneyta og hafa skilað sér í bara mjög spennandi þróun en kannski þurfum við eitthvað meir. Því að í stefnunni 2013 til 2016 þá ennþá lögð áhersla á rafræna opinbera þjónustu og í þeirri stefnu var meðal annars sagt að Ísland væri að dragast aftur úr nágrannalöndum sínum varðandi þróun á rafrænni opinberri þjónustu. En áfram er stefnt að því að einstaklingur og fyrirtæki geti afgreitt sig og þarna kemur líka fram að ríki og sveitarfélög eigi að vinna saman að því að samhæfa og samræma sína þjónustu og stefna því að veita borgarunum og fyrirtækjum skilvirka þjónustu gegnum eina þjónustugátt. Í þessari stefnu var líka talað hvernig í rauninni þyrfti að standa að uppbyggingu kerfa hins opinbera og sveitarfélaga til þess að þau gætu svona stutt við þessa þróun. Og þarna í fyrsta sinn í stefnu hins opinbera talað samvirkni. Það hafa mörg jákvæð verkefni verið unnin og þið kannist eflaust öll við þessar þjónustugáttir inn á þjónustur hins opinbera. Þarna erum við að sjá gáttina inn á veru, heilsuveru, þar sem einstaklingar geta farið inn og leita eftir upplýsingum svona sína sjúkrasögu, panta tíma hjá heimilislæknum og panta rafræna, séð sína rafrænu lyfseðla meðal annars. Þarna gátt ríkiskattstjóra, sennilega sú gátt sem er hvað mest notuð miðað við það að á árinu 2014 og þá var yfir 99% rafræn skil í gegnum þessa gátt á skattframtölum. Og síðast en ekki síst þarna gáttin Ísland.is en þar er að vaksa upp sífellt fleiri tegundur af þjónustu og upplýsingum sem að einstaklingar og fyrirtæki geta nálgast. Við sjáum að það eru 3 gáttir. Í stefnum undanfarin ára hefur verið talað það að reyna að byggja upp eina gátt og það verður sjálfsagt það sem áfram verður stefnt að. En það greinilegt að það að verða til ansi öflug og góð þjónusta sem hægt að sækja á rafrænan hátt í gegnum netið. En það þarf meira til og eitt af lykilatriðunum til þess að byggja upp rafræna skilvirka þjónustu
að huga samvirkni og Ísland þátttakandi í þessu verkefni Evrópusambandsins. Administration has been offline for centuries. And centuries. And centuries. But in recent years, administrations are becoming more and more online, digitizing documents, making them accessible from any place, at any time. But this is not enough. Administrative burdens should be reduced and documents should be submitted only once, as for example when having a baby or creating a new business. Simplifying procedures and personalizing users' digital experience. To achieve it, interoperability is essential. To work together, interoperable administrations need to understand each other's information and share it across sectors and across borders, always according to the data protection rules. So what are the main benefits of interoperability? Interoperability can help to save resources, time and money, providing at the same time better services to citizens, businesses, other administrations, stimulating growth while creating opportunities at home and abroad to study, work, or expand a business, and achieving higher user satisfaction and greater engagement. ISA Square, helping administrations develop solutions to make the future happen today. Eins og við sjáum þá með því að taka þátt í þessu verkefni þá Ísland ekki einungis að svona skuldbinda sig til þess að byggja upp samvirkni og rafræna þjónustu sem byggir á samvirkni hérna heima þannig að í rauninni að upplýsingar geti flætt á milli stofnana og einstaklingar geti komið einungis á eitt stað til þess að fá sína þjónustu uppfyllta, heldur erum við líka að skuldbinda okkur til að taka þátt í því að samræma þessa þjónustu því sem að gerast á vettvangi Evrópu. Og í þessu verkefni þá eru skilgreind þessi 4 þrep af samvirkni og hérna sem eru lagaleg samvirkni. Það þarf í rauninni að tryggja það að lög og reglugerðir sé að styðja við þessa þróun en sé ekki að vinna gegn því að gögn geti flætt á milli, auðvitað í rauninni með öryggissjónarmið að leiðarljósi. Við erum að tala skipulagslega samvirkni og þetta svona í rauninni þess við erum að ræða þarna að þegar við erum að byggja upp rafræna þjónustu þá þurfum við að hugsa hvaða þjónustuferli eru það sem við erum að styðja. Ná þessu þjónustuferli milli stofnana og sveitarfélaga, ná þau yfir landamæri. Við þurfum að huga að ferlinu frá upphafi til enda. Ég veit ekki hvað mörg ykkar hlustuðu á Tómas Ingólfsson frá Arion banka hérna í morgun sem var inn í Elborg en bankinn á þessari vegferð að byggja upp stafræna þjónustu og það sem þeir eru að gera að taka þjónustuferlin eins og þau líti út í dag sem eru að taka kannski fleiri daga fyrir fólk að fá uppfyllt í rauninni lána umsókn eða breytingar á sínum lánskjörum og það verið að þjappa henni saman inn í eina þjónustu sem að aðilar eru að fá úrlausn sinna mála á nokkrum mínútum. Þetta nákvæmlega það sama og hið opinbera þarf að vera að gera þegar þeir eru að byggja upp sína þjónustu. Það þarf að horfa út fyrir sílóin, það þarf að horfa á þjónustuferlin. Við erum að tala um tæknilega samvirkni, þar erum við bara að tala staðla. Staðla sem þarf til þess að styðja við uppbyggingu á þessum kerfum. Kerfin eiga að byggja stöðlum, opnum stöðlum og staðla sem hægt að endurnýta í uppbyggingu á rafrænni þjónustu til framtíðar. Og síðast en ekki síst þessi merkingalega samvirkni sem þýðir að gögnin sem við erum að vinna með, þau þurfa að vera skiljanleg á þann hátt að ein tölva geti tekið við þeim frá annarri tölvu, hvort sem hún í annarri stofnun eða öðru sveitarfélagi eða í öðru landi og hún þarf að skilja gögnin á nákvæmlega sama hátt og
svo tölva sem að sendi þau frá sér. Það þarf meira til því að við þurfum að byggja upp landsumgjörð samvirkni og landsumgjörð samvirkni í rauninni bara skrásetning á þeim aðferðum, þeim viðmiðum og þeim lausnum og þeim stöðlum sem við ætlum að beita og nýta til þess að byggja upp rafræna þjónustu. Þetta eru svona skráning á best practices að því að við viljum til þess að ná fram sem mesti skilvirkni og hagræði, þá viljum við endurnýta sem mest þær lausnir sem við erum að byggja upp. Við viljum ekki vera að búa til margar tengingar inn í þjóðskrá. Við viljum endurnýta tenginguna ef að það er verið að kalla eftir sömu gögnum í annarri þjónustu, þá viljum við bara nota það sem fyrir er. Þetta verkefni sem við höfum tekið þátt í, að það hófst árið 2010 og strax árið 2010 þá myndaði hið opinbera starfshóp hérna heima sem að vanna þessu og starfshópurinn var samansettur af aðilum frá hinu opinbera, frá einkageiranum, frá háskólasamfélaginu og sveitarfélögum. Og þetta var mjög mikilvægt og það er mjög mikilvægt að þessir aðilar séu allir þáttakandir í þessari þróun vegna þess að þó svo að verkefni sé í dag svolítið mikið fókuserað á hið opinbera, að þá mun það snerta atvinnulífið fyrir en síðar og atvinnulífið mun þurfa að tengjast við það umhverfi sem að hið opinbera er að byggja upp til þess að veita þessa rafrænu þjónustu. Við sem sagt unnum í þessu verkefni síðasta ári og eitt af því sem við gerðum var að kalla saman hóp sérfræðinga úr lykil stofnunum hins opinbera. Og þetta eru aðilar sem er að vinna í tæknimálum hjá þessum stofnunum sem að eiga og ætla að vinna því að hjálpa til við uppbyggingu á þessari landsumgjörð, það er að segja, hjálpa til við að skilgreina þau staðla á viðmið og þær aðferðir sem við ætlum að beita til þess að byggja upp rafræna þjónustu sem byggir samvirkni. Og það samtal sem við höfum átt er mjög mikilvægt af því að það kemur í ljós að þessir aðilar eru allir að fást við svipuð vandamál og eru allir á því að það megi gera miklu betur en eru líka allir á því að það talað allt og lítið saman. Þessar stofnanir að vinna allt og lítið saman af því að gera hlutina samvirka og skilvirka. Annað sem þarf að gera er að skilgreina landsarkitektúr. Það er að segja, hið opinbera þarf að móta stefnu það og þarf að skilgreina hvernig þeir ætla að byggja upp sín upplýsingakerfi þannig að þau geti stutt við þær áherslu sem verið að setja varðandi rafræna opinbera þjónustu. Evrópuverkefnið stillur upp ákveðnu hugmyndalíkani og þetta líkan það í rauninni hvetur til endurnýtingar á upplýsingum, endurnýtingar á lausnum, endurnýtingar á hugmyndum og viðmiðum. Líkanið gerir ráð fyrir því að gognaupplýsingar liggi víða og þess vegna verði umhverfið svona byggt upp á laustengdum einingum. Þannig að það á í eðli sínu að vera hægt að skipta út einingum á einfaldan hátt án þess að það komi endilega niður á þeim í rauninni samskiptunum við önnur kerfi eða aðra stofnanir. Þessa glæru fékk ég lánaða frá fjármálaráðuneytinu en þar er rauninni verið að svona gera drög að högun kerfa hins opinbera þar sem að markmiðið er að byggja upp umhverfi eða getum sagt skilgreina umhverfi sem að getur tekist á við þessar kröfur. Og lykil einingin í þessu umhverfi er þetta þjónustulag þar sem gert er ráð fyrir að öll kerfi hins opinbera
komið til með að tengjast inn á, þannig að gögn sem verið að sækja til þess að vinna með, að þau verði sótt inn á þetta þjónustulag og þeir aðilar sem þurfa að nýta gögnin komið til með að tengjast þjónustulaginu eftir og fá gögnin afhent í gegnum það. Þarna munu líka tengjast inn aðilar sem að munu tryggja öryggi eins og við sjáum þarna að það þarf að vera ákveði auðkennis kröfur það. Það er ekki all gögn sem allir mega sjá, þannig að það þarf að vera hægt að auðkenna sig með Ísland.is íslyklinum eða rafrænu skilríkjum eða einhverju slíku. En lykilatriði það að þarna verði eitt þjónustulag sem allir munu tengjast. Þetta er leið sem að Finnar og Eistar hafa farið og eru í rauninni að ná góðum árangri með. En það meira til. Eins og kom fram í vídeónu áðan að þá skiptir máli í rauninni að byggja á stöðlum og samvirkni er lykilatriðið. Verkefnið sem verið að vinna í Evrópu og erum að taka þátt í, það gengur út á það að þróa lausnir sem byggja á opnum stöðlum og viðmiðum, gengur út á það að endurnýta opna lausnir, forðast að lokast inn í hjá lausnaraðilum og byggja upp lista af lausnum sem á endurnýta. Þetta er eitthvað sem við myndum gera hér og skrá inn í landsumgjörð, en er líka verið að gera inn í Evrópu. Þessi síða, Join-up síða hjá Evrópusambandinu er í rauninni samskipta síða þeirra sem að vinna í þessu verkefni. Og eins og við sjáum að þá er að byggjast upp í rauninni heilmikill katalógur af lausnum og tólum sem að þjóðlönd innan Evrópu hafa aðgang að og geta skoðað og nýtt sér og þar með endurnýtt ef verið er að byggja upp sambærilega þjónustur og hafa verið byggðar upp á þessum forsendum í öðrum þjóðlöndum Evrópu. En síðast en ekki síst, þá þarf að byggja upp, ég fer að minna mig á svona Gylfa Þór Gíslason, ég sat hjá honum í tímum þegar ég var í viðskiptadeildinni og þetta var alltaf sko það sem kom næst var alltaf langmerkilegast sem þeir eru búin að læra í vetur. Þannig að þetta er það langmikilvægasta sem ég er búin að segja. Það þarf að innleiða samvirkni í verklag við þróun á rafrænu þjónustulausnum. Og þetta þýðir það að þegar verið er að huga því að gera einhverja þjónustu, segjum að einhver stofnun sé að huga því að gera sína þjónustu rafræna, þá þarf sú stofnun að hugsa aðeins út fyrir bóksi og hugsa hvort að þessi þjónusta sem verið er að veita í þessari stofnun sé hluti af einhverju stærra þjónustuferli. Og ef hún er hluti af einhverju stærra þjónustuferli, þá þarf í rauninni að horfa það hvernig, og þá hlýtur þetta verkefni og á þetta verkefni að vera hluti af því að leysa þjónustu þörf alls ferlisins. Þannig að það er ekki nóg að leysa þetta hver í sínu horni, það þarf samtal og það þarf stefnu það að hlutinir eigi að vinna svona. Kannski dæmi verkefni sem verið að vinna og er bara fín prótótýpa fyrir það sem að mun vonandi koma, er leyfisgátt sem verið að þróa inn í þjóðskrá. Þarna er í rauninni búið að setja í gang rafræna umsókn um leyfi fyrir að selja gistinótt eða gistinætur. Og eins og þið sjáið að þegar þetta verkefni er komið til enda, að þá mun verða svona rafræn samskipti við hina ýmsu aðila. Upplýsingar munu vera sóttar rafrænt til hina ýmsu aðila
sem að þurfa í rauninni að gefa upplýsingar til þess að það sé hægt að veita þetta leyfi. Þetta er, að sögn Þjóðskrár, bara fyrsta leyfið af mörgum sem er áætlun að veita í gegnum svona leyfisveitingagátt. Og þess vegna er mikilvægt að það er tengingar og þau samskipti sem verða að þróa og byggja upp í þessu verkefni, að þau verði eitthvað sem hægt er að endurnýta. Þannig að þegar næst er kallað eftir upplýsingum á Þjóðskrá og það eru svipaðar eða sömu upplýsingar og verið að kalla eftir í varðandi þetta leyfi, ég meina þá verði sama tengingin, sömu samskiptin notuð, endurnýta, hagræða. Annað gott dæmi er samþætting, þetta er bara í rauninni verkefni rafrænar þinglýsingar. Það er verið að vinna því að gera þinglýsingaferli rafrænt. Og eitt af því, og þá getum við rifjað upp hvað stóð á samvirkni glerun áðan, eitt af því sem þarf að huga að þessu verkefni og einn af þeim þáttum sem þarf að leysa, það er það að það þarf að breyta lögum. Áður en það er hægt að setja þetta rafræna þinglýsingaferli í gang, þá þarf að verða til lagabreiting. Þannig að lagaleg samvirkni þarf að vera til staðar. En í rauninni, þarna sjáum við að það eru samskipti sem að koma til með að eiga sér stað við fasteignaskrá, fyrirtækjaskrá, skipaskrá, þjóðskrá. Hér er náttúrulega spurning, er verið að horfa til þess að endurnýta það sem verið er að nýta í þessi samskipti sem eiga sér stað í leyfisveitingagáttunni, ég veit það ekki. En mikilvægt að í rauninni þær aðferðir, þau viðmið og þeir staðlar sem eru notaðir og það lausnir sem eru mótaðar í þessu verkefni verði skráðar inn í landsumbjörn. Og menn horfi til þess að nota þær aftur þegar uppkoma svipuð verkefna ný. Og svo sjáum við það, hér er í rauninni eitt af þessum rafrænu ferlum sem Arion banki er að setja á stað. Við sjáum það að þeir eru að horfa hérna á lánsumsóknarferli frá upphafi til enda. En það er rétt að taka, sko. En hluti af ferlinu er fyrir utan bankan og hluti af ferlinu er að ná í þinglýsingu. Þannig að þetta ferli, það tengist þessu rafræna þinglýsingaferli. Þannig að hérna er í rauninni við farin að sjá það að atvinnulífið og hið opinbera, það kemur til með að flétta saman í þessum verkefnum framtíðarinnar ef við ætlum að ná góðum árangri í að auka skilvirkni með uppbyggingu á rafrænni þjónustu. Og svo það langmikilvægasta er að grunnskrár ríkisins, við erum með skilgreinda 4 grunnskrár og inn í þeim eru gögn og í samtali okkar í sérfræðingahópnum í landsumgjörð að þá hefur komið fram að þeir aðilar sem þar sitja, að þeir telja það sé eitthvað mikilvægasta verkefni sem við þurfum að ráðast í til þess að byggja sterkan grunn fyrir rafræna þjónustu. Það er að fara í vinnu við að skilgreina þau gögn sem þarna liggja. Þannig að við séum í rauninni að gera þau alveg klár, hvar eru svona þessi masterdata og vera með metadata í rauninni skilgreiningar á þessum gögnum til þess að það sé klárt hvaða gögn og upplýsingar það eru sem eiga flæða á milli, hvar liggja kjarnagögnin og hvar liggja viðbótargögnin, þannig að þetta geti allt saman flætt skilvirkt á milli kerfa. Ef við horfum fram á næsta ára, þá sjáum við að það eru mörg mikilvæg og merkileg verkefni sem er búið að skilgreina fjárlögum sem að tengjast í rauninni rafrænni opinberri þjónustu. En það sem er mikilvægast er það að hið opinbera
setjist núna niður og móti stefnu til framtíðar og ráðuneytin sem eru þar lykilaðilar eins og fjármálaráðuneytið og innanríkisráðuneytið tali saman, eigi þetta samtal það hvernig eigi að móta þessa framtíð og hvernig eigi að byggja upp arkitektúr og infrastruktúr í upplýsingakerfum til þess að það sé hægt að ná þeim árangri sem menn stefna að. Og þetta verði ekki allt gert undir merkjum samvirkni. Og þá hef ég lokið máli mínu. Spurningar? Fyrir ég get eiginlega ekki svarað því, en ég tel að það sé svona mikill áhuga því að í rauninni innleiða þessa samvirkni inn í bara hugmyndafræði og verklag í uppbyggingu á rafrænni þjónustu og það sé mikill áhuga því að leggja meiri áherslu á þessa þætti í svona stefnu hins opinbera til næstu ára og það sé svona í rauninni mikla líkur á því að það svona náist góð svona samvinna á milli þessar lykilráðuneyta, innanríkisráðuneytisins sem hefur verið með upplýsingasamfélagið hjá sér og fjármálaráðuneytisins sem eru með í rauninni rekstur á upplýsingakerfum hins opinbera á sínum snærum það að móta þessa sameiginlegu stefnu. Sæll ertu? Örugglega til einhverju tilfellum, já, en í rauninni sko, þá náttúrulega þurfum við að skilja þarna svolítið á milli þessara kjarnakerfa sem eru í rauninni, það eru allar stofnanir og sveitarfélög með sín kjarnakerfi, upplýsingakerfi sem að þau í rauninni nota þess að styðja sína starfsemi, en síðan erum við að tala það eins og var þarna í högunarmyndinni að hugmyndin að byggja upp svona þetta samskiptalag og það í rauninni þar sem að sko er mikilvægt að menn séu að reyna að endurnýta sem mest og þar séu við að byggja á þessum opnu stöðlum og viðmiðum. Við komum alltaf til að vera með þessar kjarnalausnir, þú veist, fjárhagskerfi og annað slíkt sem að í rauninni við höfum kannski ekkert vald yfir. Já. 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 Það bara spurning í rauninni hvernig ætlar að láta þessi kerfi hafa samskipti sín á milli. Og þar eigum við, þú veist, ef að þú ferð að búa til eina tengingu við GoPro í einhverju tilgangi þá ættur að reyna að endurnýta hana eins og þú getur í öðrum tilgangi. Fleiri spurningar? Hvernig þetta var endurnýta breytilegar upplýsingar? Breytilegar upplýsingar? Já, eins og meina eins og með ökutækjaskrá. Já. Það ekki að fá sömu upplýsingar um það, slíkum bíla, eins og þjóðskrá, það ekki sömu upplýsingar um það. Nei, sko, ég held að þarna kemur einmitt að punktunum það að það þurfa að skilgreina gögnin. Þannig að hvað kjarnagagnið? Það jú bíll og hann hefur sitt eigið númer og meðan sá bíll er rauninni ennþá lifandi að þá geta tengst honum ýmsar upplýsingar en kjarnagagnið þar er bíllinn sjálfur. Þegar hann fyrir á haugana þá er hann náttúrulega ekki lengur til. En bíllinn á meðan til að þá tengist hann fjölskyldu hugsanlega eða fyrirtæki. Ein spurning í viðbót. Já. 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 Ég að sjá það fyrir mér vonandi að ef ég vil sækja skólavist í Barcelona þá ger ég það líka í gegnum Ísland.is og það ferli gangi fram og tilbaka. Þetta mín framtíðarsýn og þetta framtíðarsýn Evrópu